Fyrst ætlum við að sýna ykkur hérna sýnishorn sem við erum með fyrir framan okkur, en svo förum við grunnsýningu Þjóðminjasafnsins þar sem við erum staddar og sýnum ykkur í skápa eitt og annað sem búið til úr bandi og það nefnilega svo fjölbreytt. Eða hvað finnst þér annarlega? Jú, alveg ótrúlega fjölbreytt, bæði náttúrulega föt í gegnum tíðina og segl og ábreiður og dúkar og teppi og allt þetta hefur verið gert úr bandi. Það nefnilega bandið sem efniviðurinn í því. Já, og ég ætla að sýna þér aðeins band sem hér og ég setja svona hérna á endana því að mér finnst vænt að byrja á því að tala um það því að það ólitað. Það eru þessar hérna 2 dokkur úr bara lambsullinni eins og hún var þegar hún var rúin af fénu eða af lömbunum. Og þannig að þær hafa verið svona kindurnar aðeins mislitar. Já. Svo náttúrulega dökkt líka. Kindur getur verið til dæmis eins og þetta vesti hérna úr brúnni ull. Þetta ull, já. Já, og svart eða grátt. En ef að ullin svona ljós, að þá hægt að jurtalítana eða litana með öðrum lit og í gamla daga varu blóm og jurtir og mosi og jafnvel steinar og ýmislegt úr náttúrunni notað til þess að lita ullina. Og hér erum við með ólíka, sérðu hvað eru svona daufir og dempaðir litirnir? Já, ég held ég veit hvað þú meinar, jú. Svolítið eins og mosi á litin eða blóm eða grös Já, eða eitthvað. einmitt, þetta eru svona náttúrulitir. Já. Og þú segir að þetta sé þá sem band sem hefur fyrst bara upprunalega verið ljóst. Já. Og svo búið að lita það með jurtum. Já, einmitt. Já. Og síðan náttúrulega hægt að fara að vinna alls konar úr bandinu. Já. Og mér langar að biðja þig að segja mér frá þessa því að þú bjóst þetta til. Já, ég bjó þetta til. Þetta heitir kríl, þessi aðferð, og þetta aðferð til að búa til bönd. Þetta svona eins og flétta? Þetta svolítið svona fléttutækni, já. Það sem þú ert með nokkra þræði, það þess vegna þetta hafa svona mismunandi liti. Og svo þeim svona víxlað og þetta öðruvísi en flétta því leiti að flétta bara svona eitt band sem endar, en þetta eru lykkjur, þannig að það hægt að fara inn í og út aftur hinum megin í gegnum sko lykkjuna. En þú gerir það ekki með prjónum eins og prjón, heldur bara með fingrunum og þá verður þetta svona skemmtilegt og þetta eru vinabönd sem ég bjó til. Getur maður gert miklu lengri svona? Það er að gera lengri og breiðari eða mjórri eftir hvað það er með margar lykkjur. Já. Og þetta aðferð sem mjög gömul af því að bönd hafa náttúrulega alltaf verið til margra hluta nytsamleg. Mér langar að sýna þér síðan í framhaldi af þessum böndum hér, þessum einföldu böndum sem gaman fyrir krakka að búa til vinabönd úr. Það hægt að gera það. Já, að þá ég hérna með annað band sem svolítið breiðara og kannski svolítið sterkt. Já. Og það ofið. Það ofið? Já, það spjaldofið. Þá þarf maður svona spjöld með götum. Og með sem sagt 4 þræði fyrir hvert spjald og svo maður kannski með 20 spjöld eða ennþá fleiri. Vá. Og þá getur maður búið til svona spjaldofið band. Kannski belti eða eitthvað til þess að nota. Það minnir á belti. Já, mitt. Eitthvað sem maður þurfti kannski að nota í sveitinni á hestbaki í gamla daga eða eitthvað svoleiðis. Já. Kannski ég sýni þér svona spjaldofin bönd á eftir á sýningunni. Ég veit nefnilega nokkur. Já. Og svo náttúrulega hægt að prjóna. Já, það ekki við. Hefur verið prjónað svolítið? Já, jú, ég hef prjónað. Já. Í gamla daga þegar krakkar lærðu að prjóna, þá prjónuðu gjarnan svona garðaprjón til að byrja með þegar þú voru að læra. Og þetta svona, þetta alveg eins og fótur í laginu, svona eins og yl. Já. Þetta einmitt til þess að setja í skó. Já. Kallað ylleppar eða íleppar. Já. Ekki innlegg eins og við segjum í dag. Nei, einmitt. Og það hægt að gera það og rosalega skemmtilegt að æfa sig að gera það. Svo þegar maður orðinn aðeins æfðari að prjóna, getur maður að fara að prjóna í hring. Já, þetta vettlingar og þá getur maður að fara að gera svona vettlinga. Þessir eru svolítið skrýtnir með þumlum báðum megin. Já. Það raun og veru til þess að eiga varaþumal. Þegar maður kannski búinn að slíta, maður að gera eitthvað vinna eitthvað til þess að róa og á sjó og ekki með auka vettlinga, að þá maður með auka vettling bara hérna megin. Já. Svo felur maður þumalinn svona til þess að hann sé ekki fyrir. Já.
Þetta hef ég líka séð á vettlingum hérna í safninu. Einmitt. Tvíþumla vettlingar. Já. Og svo eru hérna svona fallegir útprjónaðir, svona munsturprjón. Já, munstur. Já. Og það mynduðust hefðir í munstrunum og Já. við erum með útsaumsmunstur líka til að sýna. Eigum við þá að fara í það eða hvað ertu með hérna? Já, þetta er svona prjónastokkur sér þessir mertur 1852. Já, hann er raunverulega svona gamall þessi. Já. Og það hefur verið geymdir prjónar í þessum. Já. Hér er líka nálarhús úr horni. Hreindýrshorn. Þetta er hreindýrshorn. Og svo er ég hérna með svona, hvað kallar þetta aftur? Þráðalegg. Þráðalegg. Við kíkjum að þráðalegg á sýninguna eftir Já. líka. Flott er. Hér erum við annarleið komnar að sýningarskáp á grunnsýningunni sem að sýnir þennan skautbúning sem að heitir í höfuðið á höfuðbúnaðinum sem að nefnist skaut. En það sem okkur langar að sýna ykkur hérna er þessi fallegi útsaumur, litríkur útsaumur og það myndar svona bekk hérna neðan á pilsunni til dæmis. Hlykkjast allan hringinn, endurtekur sig, þetta eru stilkar grænir, rauð og gul og bleik blóm og svona munstur heitir teinungar af því að teinungur er líka orðið við stilk. Og þannig að þá er þetta saumað úr svona þræði eins og við Þá vorum að skoða er áðan. það nál með þræði í, kannski svona jurtalitur, þetta er að vísu bjartari litur en það varst að sýna mér áðan. Já. Gæti verið einhver steinefni í þeim sem að íkja svona litin og gera hann skæran. Þannig að þá er þetta svona bara spor og sporið í þessu heitir blómstursaumur og það er til ótrúlega margar tegundir á spori. Hér erum við komnar að skáp með gripum frá dæmigerðu alþýðu heimili á 19. öld og þú ætlar að sýna okkur eitthvað úr bandi. Já, eins og við vorum að skoða mitt áðan, það var þetta hérna, þessi spjaldvefnaður. Og hér inn í skápnum er einmitt spjaldofin bönd og þau eru kölluð styttubönd. Styttubönd, svona eins og myndastytta. Já, svolítið það sama orðið, en þau eru til þess að stytta pils. Já. Það er ótrúlega skrítið, þetta er svona eins og belti sem maður setur utan við pilsið sitt og svo hysjar maður það svona upp og þrengir utan um sig og þá ertu með svona þægilega vinnusít á pilsjunni en ekki alveg svona skósít. Já. Og síðan er hérna fleira eins og prjónar, húfur og axlabönd og ýmislegt. En ég er með hérna í vasanum þetta bein sem ég var búin að sýna þér á. Já, þráðalegginn. Þráðalegginn og sérðu hvað hann er fallegur þarna skreittur þráðaleggur inn í skápnum. Býtu, hann er skreitt? Já, ég skil ekki alveg, þetta er eins og þetta sé brennimert eða eitthvað. Er þetta ekki brennimert bara einmitt? Akkurat. Munstur. Þetta er svona eins og tvinnakefli utan band, rosa fallegt. En hvaða leggur leggur í orðinu? Já, þessi leggur er einmitt sko, hérna þetta er kindaleggur. Já. Og svo sjáum við hérna prjónaða leppa í botni. Já, þarna eru þeir. Já. Glæsilegt. Og í skónum er þessi. Þetta er flott. Heyrðu, áðan Jóhanna vorum við að tala um vettlinga og þessa prjónuðu sem ég sýndi þér. Já. Mér langar að sýna þér elsta prjónaði vettling sem vitað er til að sé til á Íslandi. Já. Og hann er prjónaður bara fyrir 450 árum kannski, eitthvað svo les. Já. Og hann er hérna inn í skápnum. Lítill hvítur barnavettlingur og hann fannst í fornleifauppgreftri, hann hefur kannski beðið hon í jörðinni eftir að vera fundin í einhver 100 ár. Hér erum við hjá öðrum vettlingi sem fannst hon í jörðinni, nema hvað, þessi er ennþá eldri. Hann er talinn frá því sirka fyrir 1000 árum síðan. Ótrúlegt. Alveg ótrúlegt og hann er ekki prjónara því að fólk á Íslandi kunni ekki prjóna á þeim tíma. Þannig hann er gerður með nálbragði eða vattarsaum, það er 2 orði við sama hlutin. Það er að þá er hérna það að búa til hlutin úr þræði líka, úr bandi, en með nál og þá þarftu alltaf að draga allan þráðin í gegnum lykkjuna í hvessin. Og þessi er sem sagt lentur hér á Þjóðminjasafninu, þessi fallegi gripur. Þetta verkfæri heitir vefstaður. Núna er meira ofið á vefstól, þá er stóll og setið, en það þurft að standa við þennan. Og þetta er
hálfpartinn safngripur og hálfpartinn svona nýsmíði til þess að geta sýnt heilan vefstað. Já, það er Alveg vegna eins og þess að þeir þeir voru bara týndir og ónýtir þegar að var ákveðið að fara að safna og saman og búa til einn heilan. Það er nú málið. Þá þurfti að búa til þess að fylla upp í. Þannig að hér erum við líka með alvöru band sem er nýtt. Þetta er ekki gamalt band. En annarleg, útskýrðu nú fyrir mér, að því þú ert svo dugleg í höndunum, hvað er vefnaður? Vefnaður er þræðir sem að snúa í 2 áttir. Já. Sem sagt, uppistöðuþráðurinn sem er þessi hérna, Uppistaða. langi. Hún endar í, Og hann er togað í hann hérna með svona steinum. já, þeir eru lóð bara þá. Já, eða? þeir eru eins og lóð til Já. þess að strekkja og þetta getur jafnvel orðið miklu lengra. Sérðu, hér er alveg uppistöðuþráður sem er hérna samantekin í fléttu. Ó. Þannig að það er hægt að gera ábyggla 10 metra langt Já, já, efni. já, þá er bara rúllað Hutnu upp á, já. Og svo er Ramma. ívafið, það er þetta hér sem er sett inn á milli þráðana. Já, Og til þess að auðvelda það verka þá er hægt að toga þessa spýturina fram og þá búa þær til skil svona á milli annarskors uppistöðu þráðar. já, þá er þetta að víxla hvaða þæðir það eru Já. sem fara fram fyrir. Já, já. Og svo til þess að það verði ekki hérna gisin vefnaðurinn eða myndist ekki gött, að þá þarf að slá vefnaðinn og það var gert með þessu hér sem kallast vefjarskeið og henni var beitt þannig að það var hægt að slá þráðinn, sem sagt vefnaðinn með því. Já. Og hún er búin til úr rifbeini úr hval. Já. Og veistu hvað svona vefnaður heitir? Vaðmál. Vaðmál, já. Og vaðmál var einmitt notað til dæmis í segl Já. og klæði og alls konar föt. Og í pilsinn, þá er þetta að sauma út og skreita. En til þess að skoða þennan grip og vefstæðin hér og fleira og fræðast lífið í gamla daga, þá er til dæmis hægt að koma hinga á Þjóðminjasafnið eða fara á önnur söfn út allt land. Já. Við bara tökum vel á móti ykkur eða þið kjósið að koma og hitta okkur.